Ég sverða, ég reyndi eins og ég gat að koma með þessa rýni núna í apríl en ég bara varð að spila Fallout örlítið meira til þess að geta komið með eins góða rýni og ég mögulega gat. Þess vegna get ég ekki beðið eftir að fá að tala þennan leik sem að mínu mati að mörgu leyti einn af betri leikjum sem að ég hef persónulega spilað. Ég held að þetta sé með betri leikjum sem hafa komið út í mjög langan tíma. Eitt af því sem ég spáði hvað mest í tölvuleikjum þessa dagana, og þetta virðist vera gangandi þema hjá mér, það er ekkert endilega hvort að leikurinn líti endilega vel út eða hvort að sé, náttúrulega söguþráðurinn skiptir að mínum mati rosalega miklu máli, en það er spilunin sjálf. Er spilunin í leik nóg aðlaðandi og nóg áhugaverð og nóg ávanabindandi til að fá mann til að koma aftur og vilja alltaf koma og spila meira. En það er einmitt það sem ég tel vera langmesta styrkleikann í Fallout, það er hversu ótrúlega skemmtilegt það er að spila leikinn og fáránlega mikið af klukkustundum maður getur eytt í honum, í rauninni í tengslu við hluti sem að tengjast aðal söguþræðinum ekki neitt. En ef við förum aðeins yfir út af hvað leikurinn gengur, þá er að vakna í enn einu voltinu og við erum draugar úr fortíðinni þar sem við þurfum að aðlagast 9 tímum eftir að kjarnorkusprengju hefur verið hent á það svæði sem við búum á. Í upphafi er gert alveg sterklega grein fyrir í rauninni hver aðal söguþráður leiksins er í raun og veru. En í þessu tilfelli, og þetta er engin spillar vegna þess að þetta gerist að snemma í leiknum, að sonur okkar er tekinn af okkur og Fallout-leikurinn einfallega bara gengur út á það að finna hann, í rauninni bara hvað sem býður okkar í leiknum eftir bara hvernig við spilum leikinn. En ég til dæmis lenti í því að þegar ég var að spila leikinn að ég var ekkert mikið að spá í aðal söguþræðinum. Mér fannst hann af öllu því sem var að gerast í leiknum óhugaverðasti söguþræðurinn. Og ég er ekki að segja að þetta hafi verið leiðilegur söguþræður, en allt annað, allir söguþræðir sem tengdust kompanjónunum, mér fannst það miklu meira áhugaverðandi. Öll side mission, í rauninni allt til hliðar við aðal söguþráðinn virkaði meira heillandi fyrir mér, þannig að í rauninni ef ég þyrfti að tala að þessi leikur hefði einhvers konar, kannski ekki galla, en eitthvað sem að hefði mátt mögulega gera betur, er að aðal söguþráðurinn er ekkert svona sérstaklega áhugaverður. En spekksatrið, ég trúi því alveg að þetta er fullt af fólki sem finnst aðal söguþráðurinn að vera bara brilljant, en eins og ég segi, við erum mismunandi. Þegar við erum að skjóta óvinni, að þá getum við sem sagt í rauninni farið í svona bullet time mode, þar sem við hægjum á tímanum og við getum valið punkta á óvinnunum þar sem við ætlum að skjóta, og svo bara út frá þeim búnaði sem við höfum og þeim stöttum sem við höfum, að þá er bara spurning hvort við fáum critical á árásinnar. Ég byrjaði ekki að nota þetta fyrir svo hrikalega seint í leiknum vegna þess að þegar ég var að spila Fallout fyrst, mér fannst þetta bara að vera mjög góður fyrstu persónu skotleikur sem þetta er. Og þú getur valið í leiknum að spila annarkvort í þriðju persónu eða í fyrstu persónu. Svona mögulega er þetta svona eitthvað það sem Destiny hefði mögulega geta orðið ef að söguþráðin hefði kannski einhvern tímann verið til staðar í leiknum sem ég er ennþá að leita að. En í rauninni þá þarf ekkert að útskýra sérstaklega mikið hvernig í rauninni maður levela sig upp, menn þess að þetta er auðvitað bara þetta klassíska í RPG-leikjum. Maður fær quest, maður klárar questið, maður fær XP, þú slæst við vondakalla, þú fær XP, þú lútar, þú fær XP, þú brýst inn í öryggiskápa, þú fær XP og svo kolli. Í rauninni bara leikurinn verðlaunar þig eftir því sem að þú spilar meira rétt með þetta sem þú gerir meira, þá þetta færið meira XP. Og þegar þú hækkar í leveli að þá getur þú eytt XP-nuðinni í punkta sem að þú getur þó annarkvort aukið strength hjá þér eða persistence eða eitthvað svo álíka, eða þú getur notað þessa punkta til þess að kaupa viðbóta eiginleika sem að karakter getur haft, til dæmis að fá meiri skaða með skammbyssu. En já, annað með hennar leik sem að varð pirrandi frekar fljótt, það er frasinn sem að mörg ykkar hafa kannski og rekist á netinu eða þegar þið hafa spilað leikinn, það er Another settlement needs your help.
Guð minn góður hvað ég fekk nóg af þessu snemma og hvað ég var fljótur að ditcha það faction sem að þessi lína var alltaf að koma frá því að þetta pirraði mig svo hrikalega mikið. Þetta var svona eins og í þessum leik, eins og í Skyrim þegar að sumir verðir töluðu að þeir höfðu verið ævintýramenn eins og spilarar leiksins nema þeir hefðu fengið ör í hnéð þannig að þeir gætu ekki ævintýrast lengur. En það ekki nóg með það að maður getur farið í gegnum leikinn og vera að spila quests og í rauninni farið í gegnum mikið af söguþráðan, heldur býður leikurinn líka upp á massíft kerfi til þess að búa til vopn, hanna vopn, beturbæta vopn og það byggist pínu á því hvernig maður eyðir stigunum sínum þegar maður að level uppa. Þetta sem maður þarf þá að eyða þeim stigum í það til þess að fá blacksmith trade eða science og svoleiðis til þess að geta notað þegar maður var að búa til betri vopn. Fyrir hvert settlement eða svæði sem maður frelsaði að þá gat maður sem sagt byggt þar upp og í rauninni og þetta sem náttúrulega bara liggur við leikrúta fyrir sig vegna þess að það þetta eyða þetta hellinga tíma við það að vera að byggja hús, byggja herbergi, innrétta og gera allt það sem þarf að gera. Þetta ekki beint hlutir í leiknum sem ég notaði mikið en ég kann að meta þetta sé í leiknum vegna þess að þetta er svona óþarfa viðbót sem að gera leikinn rosalega góðan. Það kemur nefnilega fyrir í leiknum að þú þarft að velja milli sem sagt mismunandi faksjóna og þar sem valkosturinn þinn býður upp á það að þú ferð í lið með einhverju sérstökum og þar af leiðandi þá lokast fyrir mission hjá öðrum hópum. Ég spilaði leikinn þannig að ég spilaði alveg fram á því að ég gerði öll missionin hjá öllum faksjónum þar til að ég þurfti að velja. Vegna þess að mér fannst leikur það skemmtilega, mér langaði að spila eins mikið og ég mögulega gat og langaði að klára eins mikið og ég mögulega gat og ég líka einfaldlega gat ekki valið hvaða faksjón eða hvaða leið ég vildi fara og með hverjum ég vildi rauninni vera með liði. En það kemur þá inn á það af hverju ég var örlítið lengur að koma mér inn heldur en ég ætlaði mér vegna þess að ég tók þá ákvörðun að klára leikinn með öllum faksjónunum þannig að ég endaði með 5 mismunandi útgáfur af endirinum. En endirinn í rauninni mjög svipaður, það er að segja í rauninni hvernig leikurinn endar en í rauninni hvar þú sem endar sem spilar í restina, hann mismunandi eftir því með hverjum þú ákveður að vera með í liði og mér minnir, ég náði því reyndar ekki en það til endir á leiknum það sem aðeins eitt faksjón þarf að deyja. Mér skilst að það sé talað það sem besta endirinn í leiknum en yfir höfuð þá þarf maður að fórna aðeins meira. En ef við rennum aðeins yfir í rauninni kostina sem leikurinn hefur, hann yfirfullur af efni, það svo mikið af sögum, það svo mikið af dialogs, það svo mikið að gerast í þessum heimi að það tekur maður rosalega langan tíma að fara í gegnum alla leikinn ef maður alltaf að lesa öll skjöl, lesa allt það sem í tölvunum þarna, hlusta öll samtöl, fara í gegnum allt. Þetta svo mikið magn af efni. En já, það nóg af því, þetta frábær skotleikur. Bæði í fyrstu persónu og þriðju persónu og það svo gaman að sjá hvað þeir negldu þann hluta í leiknum vel. Bæði með efnivið söguþræði og frábær skotleikur. Hann býður upp á valkost á það hvernig við klæðum okkur, hvernig getum uppgreitað búnaðinn hjá okkur. Þannig að þá kemur að því hvaða einkunn á leikurinn að fá. Ég í rauninni hef bara verið að tala jákvæða hluti í garð leiksins. Þannig að það í rauninni ekkert skrítið að ég gef leiknum fullt hús stiga. Verð bara að segja, að mínum mati þessi leikur hefur allt. Þetta afþreying, þetta skemmtun, maður fara að kynna svo mikið af karakterum í þessu leik. Þetta bara eins og að upplifa bíómynd. Nema það að þú fara að stjórna aðal karakterunum og það rauninni þú fara að upplifa söguþráðinn miklu betur. Fyrir ykkur sem hafi spilað Fallout-leikinn, hvað fannst ykkur vera gott við leikinn? Var það eitthvað sem ég að tala sem þið eru ósammála með? Þá endilega látum við þetta því ég vil alltaf gaman að heyra skoðanir annarra og í rauninni bara hvernig maður mismunandi eða fólki bregst mismunandi við leikjum eins og Fallout. Og fyrir ykkur sem hafi ekki spilað leikinn, hafið þið núna ákveðið að demba ykkur út í þennan leik og upplifa allt þetta sem ég var að tala endilega láta okkur vita hérna neðan í kommentkerfinu. En ég þakka fyrir mig og við sjáumst síðar.